Góða kvöldið. Íslendingar hafa nú verið að hlykkjast til Kanada síðustu 2 áratugir. Í því skyni að leitast eftir betri lífsskilyrðum. Meirihluta fólks má finna hér í Manitoba sunnanmegin í landinu. Hér verða fluttar fréttir líf þeirra í vesturheiminum. Kona á tvítugsaldri að nafninu Gunnfríður hefur þó nokkuð mikið að segja hvað varðar hennar upplifun hinum megin á hnettinum yfir til þín. Takk fyrir. Hér mjög gott að búa. Ég hef búið hér í 2 ár í Álftavatnsnýlendunni. Hver maður sem ákveður að flytja til Kanada fær og alveg ókeypis fríar 160 ekrur af landi og má nýta þær hvernig sem er. Þetta það sem að dregur fólk hingað oftast. Ég hef verið að spyrja fólk hérlendis, bara hér í minni nýlendi hvernig þeim finnst að búa hérna og þau segja almennt að heilsu það sé gott. En ef ég ætla að nefna nokkra nýlendur að þá það Nýja Ísland sem er eiginlega algengast, flestir Íslendingar fara þangað fyrstu. Búpeningar þar eru í mjög góðu standi og bændur vilja sérstaklega leggja sig fram í korn- og hveitiræktun. Síðan það Þingvallanýlendan og það sleðafæri þar. Það svolítið snjór. En almennt heilsufar þar gott, ég þekki til margra þar og Íslendingarnir eru alveg að fíla sig. Svo það Álftavatnsnýlendan þar sem ég bý. Þar eru mjög góðar samgöngur hérna á milli staða. Mér finnst mjög auðvelt að komast hvert sem ég vil fara að hitta kunningja mína. Mér finnst það bara mjög auðvelt. Og fólk frá Nýja Íslandi hlykkist mjög mikið hingað. Það skoðar agrana og ofta að fíla sig betur hér. Það aðeins betra landslag til ræktunar. Og síðan að loka mér að Albertanýlendan, en ég þekki ekki mikið til fólks þar, því miður, þannig ég hef ekki mikið að segja. En búskapurinn hérna eiginlega megin ástæða þess að Íslendingar eru að hlykkjast hingað þar sem að veðurfar gott. Í Manitoba og norður-vestur landinu og bresku Kólumbíu nú þegar 10.000 Íslendingar búnir að koma sér fyrir. Baldvinsson gaf út grein af tímariti af fréttum fólksins þaðan af og hér höfum við fengið hann í viðtal til okkar. Baldvinsson, yfir til þín. Já, takk fyrir. Vandinn sem sagt sá að fréttirnar eru ekki að berast nægilega vel hingað til Kanada. Það sem ég bý í Winnipeg og þetta alveg mikill landi og samgöngur eru afar hægar og þess vegna eru fréttirnar takmarkaðar og berast til okkar afar seint. En það svokallað vikublað hérna og það blað sem á að fjalla Ísland og íslenskt samfélag og hvað að ganga á Íslandi. En svo til annað blað sem heitir Íslenskt samfélag og það það á að fjalla framkvæmdir og framfarir á Íslandi og það sem sagt á að vera fylgiblað með fjallkonunni sem enn eitt blaðið. En þetta mikill landi og við viljum endilega vinna í þessu og reyna að laga þetta en það ekki mikið að berast á milli okkar og hinna Íslendingana. En já, þetta sem sagt eitthvað sem við viljum laga. Takk fyrir mig. Takk fyrir okkur. Nú það bara næst ráð þá að vera haldnar veðurfréttir. Takk fyrir okkur.